Skilningsverkefni getur veitt nemendum stuðning og dýpkað skilning á innihaldi námsefnis. Það virkar þannig að kennarinn deilir námsefni með nemendum, til dæmis PDF-skjali eða myndbandi, skilgreinir ákveðna efnisþætti sem hann vill að nemendur tjái sig nemendur lesa skjalið eða horfa á myndbandið og tjá sig efnisþættina sem kennari tilgreindi. Hér sést verkefnið út frá sjónarhorni nemanda. Efsti hlutinn kynning á verkefninu, hvað nemendur eiga að gera. Í hlutunum fyrir neðan á nemandinn í þessu tilfelli að lesa skjal og skrifa athugasemdir. Þá koma fram þeir efnisþættir sem nemandinn á að skrifa Ef það tilgreindur skilafrestur á verkefninu, kemur hann fram hér efst til hægri. Með því að smella á consequences getur nemandinn athugað hvaða aðgangan hefur á verkefninu eftir að skilafresturinn liðinn. Og nemandinn smellir á start annotating til að lesa skjalið og byrja að skrifa. Nemanda sagt að velja þann hluta textans sem skrifað og velja svo efnisþáttinn sem athugasemdin fellur undir. Í stóra klukkanum sést skjalið frá kennaranum og hægra megin eru atriðin sem á skrifum. Nemandinn velur textabút og efnisþátt og skrifar. Það fer eftir stillingum verkefnisins hvort nemandinn getur skoðað athugasemdir samnemenda og hvort hann getur skoðað athugasemdir allra eða eingöngu innan ein hóps ef hópverkefni að ræða. Nemandi getur skoðað allar athugasemdir tiltekins nemanda og smellt á svarahnapp og þannig geta skapast umræður ákveðna efnisþætti. Þegar smellt á textakassa sést tilheyrandi athugasemd til hliðar og þegar athugasemdir opnuð sést textabúturinn sem hún tengist litaður. Ef efnið frá kennarinum myndband, þá geta nemendur tengt athugasemdir við tímalínu myndbandsins. Kennarinn getur fylgst með framvindu verkefnisins, sett inn athugasemdir og tekið þátt í umræðum sem myndast í verkefninu. Það líka hægt að fara fram á að nemendur skrifi ígrundun verkefnið, líkt og í öllum eða flestum gerðum verkefna í Feedback Fruits og það hægt að láta Feedback Fruits reikna út einkunn út frá nokkrum mismunandi forsendum ef þarf. Þetta komið skilningsverkefni í bili. Takk fyrir.